Nú verkefni 3 steyptu stigi, eins og ég sagði áðan, hann samhverfur. Við að finna göngulínuna, uppstig, framstig og sanna regluna. Já, við ætlum að byrja á því að teikna grunnmyndina, síðan ætlum við að finna lengdina á göngulínunni og í kjölfari uppstigi og framstigið. Nú þegar við teiknum svona stiga þá byrjum við í rauninni á grófasta forminu. Það þá ytra formið og svo hérna í rauninni reynum að sjá hversu breiður stiginn Þannig að það 17, 4, 1 og 2, 9, 6, 5. Þannig ég geri hérna bara 17, 4, 1. 2, 6, 9, 2, 9, 6, 5. Svona. 17, 41. Svo offsetta ég 900 allar línunar og klippi með TR enter í rauninni allt sem á að fara umfram. Svona. Hérna ég í rauninni komið með grunn teikninguna af ofamyndina á þessum stiga. Það næsta sem ég þarf að gera að finna radíuspunktinn í þessum hringlutum hérna. Og við erum með radíusinn 100 frá innri kjálka. Þá förum við hérna og segjum offset 100. Svona. Og ég bý mér til hérna einn tvo svona hringi bara svo að það sé auðvelt að sjá hvaðan ég að sækja upplýsingarnar. Svo geri ég hring C fyrir circle, drega hann hérna út á fyrstu línuna og trimma í burtu það sem ég vill ekki. Og núna og á móti hérna sé smetla, draga, trimma burtu. Og núna þurfum við að skoða hvar göngulínan. Hún í 450 mm frá innri kjálka. Þannig ég offsetta 450, innri kjálka, svona út. Og svo það hringurinn, drega hann hérna út á göngulínuna, trimma í burtu það sem ég vill ekki, eins hinum megin, trimma í burtu það sem ég vill ekki, ég kom með göngulínuna. Nú erum við komin sem sagt með grunninn að stiganum og þá getum við farið að finna lengdina á göngulínunni. Og ég ætla að nýta mér AutoCAD í þetta skipti. Við getum auðvitað mælt hana handvirkt eins og kemur fram í kennslubókinni. En við getum líka bara einfaldlega notað okkur AutoCAD og látið hann gefa okkur mælingarnar. Ég segi 1/10 því að ég ætla að fá út prentunina í 1/10. Nú þá bara einfaldlega mæli ég allar beinalínurnar fyrst, fer svo í eitthvað sem heitir arklengd sem mælir ummál á hring eða hringluta.
Smell á hann og dreif hann hérna út. Flott. Nú ég komið með eitthvað, þannig að núna segi ég bara 741 plus 864 plus 965 plus 864 plus 741. Og þá spurningin, það þá sama sem $4.175. Þá segi hérna lengd göngulínu. Svona. 4.175. Ok, þá erum við búin að finna hérna niðurstöðuna úr fyrstu spurningunni og þá eigum við að finna uppstigið. Og hvernig finnum við uppstig? Það jú salarhæð deilt með fjölda uppstiga. Og hvað eru uppstigin mörg? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Það ekki? Þannig að það þá 2890, þá ætlum ég að segja hérna 2890 deilt með 17, það sama sem, það ekki 170? Flott. Þá erum við komið upp stigið, þá það framstigið. Framstig, það þá hvað? 4175 það ekki, sem lengdin á göngulínunni, deilt með 16. Hverju? 16. Af hverju 16? Það beinu færri framstig. Af því að framstigin eru 16 það ekki. Ég taldi 16 framstig og svo 1 enn uppstig upp á næstu hæð. Þannig að við deilum með 16. Og hvað fá út úr því? 261. Ekki 200, já. Það innskotið 39, Já. Núna þegar við komum með það, þá ættum við að geta farið að vinna eitthvað með framstigið sjálft. Það sem að við lendum í vesinni með, það í rauninni ónákvæmnin okkar. Það að þurfa að vera að setja hringi sem að gefa beinar lengdir bæði á leiðinni upp og aftur tilbaka, það eykur rosalega ónákvæmnina
Þannig að eins og í stiga eins og þessum sem við erum með lóðrétta línu í miðjunni, þá getum við einfallega helmingað ónákvæmnina með því að fara sitt hvoru megin við. Prófum það allavega áður lengra er haldið. En við sjáum það bara út af því við eigum myndina hérna á hann. Annars þyrftum við að spyrja bara neðst. En þá gerum við hérna C 261. Og það er svona að það er nógu mikil ónákvæmni hérna í þessu samt. Já, ég fór bara í miðjuna. AutoCAD finnur miðjuna hérna með þríhyrningnum. Já. Svona. Núna þurfum við aðeins að skoða myndin okkar. Við sjáum að fyrsta og síðasta þrepið, þau eru bein. Þannig að við förum hérna og segjum offset 261 og hlaupum með fyrstu og síðustu tröppuna upp. Og þá er komið að því að gera þrepadeili. Og hvernig gerum við þrepadeilin? Jú, alltaf þegar við gerum þrepadeili þá byrjum við á því að gera lárétta línu, aðra línu sem er í 30 gráðum, hring sem er jafn stór og eitt framstig, 261, línu sem tengir þessa tvo punkta sem að hringurinn snertir línunar, eina lóðrétta línu hérna niður. Á lárétta línuna kemur hérna göngulínan frá síðasta beina þrepi og upp í miðlínu og á innri kjálkalínuna kemur innri kjálkinn frá síðasta beina þrepu og upp á miðju. Þannig að nú þurfum við að finna lengdina sem er þá héðan og hingað á göngulínunni. Nú við eigum hérna 1/4 á hring og þá vantar okkur lengdina frá síðasta beina þrepi og þá tökum við á réttum stað hér, þó að það sé einhver ónákvæmni þarna í kortunum og hingað upp, drögum það hérna út. Og þá er heildarlengdin upp að deililínu 432, helmingurinn af þessari, pluss 480. Best að ég taki það hérna fyrir ykkur til þess að sjá. Lengd göngulínu 482 pluss 462, var þetta ekki svoleiðis? 480 pluss 432. 480 pluss 432. Svona. Sama sem. $912. Þannig að línan offset 912 héðan og hingað.
Heildarlengdin hérna sjáið þið 912. Og innri kjálki hann er 480 pluss helmingurinn af þessari. Sjötíu og 8,5. Og hann er þá 558,5. Þá ger ég hérna hring 558.5. Það er þá þessi lengd hérna. Svo tengi ég þessar tvær línur sem ég er búinn að finna saman og nota svo fille hérna, F-enter til þess að láta línurnar hittast. Nú ætla ég að henda út þessum hringa því að hann truflar mig og setja á göngulínuna 261 þrepin sem er í rauninni þetta og þetta og svo einhver partur hérna. Ef að fylli er að búa til eitthvað boga hérna, þá þurfum við að fara í fylli, F-enter og R-enter og þá á að standa hér 0. Ef það stendur ekki 0 þá ýtið á 0-enter. Og þá getið þið valið línurnar og þá koma þær svona á þess að það sé neitt bogi. Og núna ætla ég að bara strika hérna á milli. Og þá er ég komið með þær línur sem ég þarf til þess að geta mælt hérna á milli og ég þarf að passa mig á því að nota aligned, að mæla ekki lárétt heldur í sömu línu og 30 gráðu línan er. Þannig að hérna er ég að fá 4 tölur, 204, 163, byrjum á því. Þá fer ég hérna og segi C 204, 163, C, 163, C, 134 á það að vera, C, 134 og svo C, 58. Það átti hann að vera svona rétt rúmlega hérna. Það er flott. Og nú er bara að teikna. Fyrsti hringurinn endaði hér. Næsti hringur endaði hér. Og þriðji og síðasti hringurinn endaði hér. Og restin er upp að deililínu. Og nú bara eyðum við þessum hringjum hérna. Og erum með extend. Lengjum línunar okkar. Eyðum hringjum hérna. Svona. Og nú getum við tekið málsetningarnar. Jæja, þá erum við í rauninni búin að deila hérna með þrepardeilinum upp að deililínunni. Og þá þurfum við að skoða að þetta er samhverfustigi sem á þá að þýða að lengdin
Héðan og að boganum á að vera svo sama og héðan og að boganum. Og þá að ganni skulum við mæla það og það ætti þá að vera 480 en er 483. Það er alveg ásættanlegt í svona þegar maður er að snúa þrepum. Þetta er svona plus mínus 2 millimetrar eitthvað svoleiðis sem við erum að vinna í. Þannig að það ætti þá í rauninni að geta gert það að við getum hreinlega sagt mirror, tekið þessar 3 línur okkar og spegla þær deililínuna. Og þá erum við komið með fyrsta hálfan stigann. Og hvað svo? Svo förum við bara aftur í mirror og veljum helminginn og speglum hann miðjuna. Og nú erum við búin að setja upp þrepadeilinguna fyrir samhverfan stiga. Það er ekki nema 1 þrepadeilir sem þarf þegar hann er svona með jafn langt frá miðjunni út báðum megin plus mínus 2 millimetrar. Það sem við skoðum næst er svo í rauninni bara hvað á innskotið að vera. Hér kemur fram að innskotið er að vera 40. Við skoðum það gagnvart reglugerðinni og hún segir að öll framstig þurfa að vera að lágmarki 300 millimetrar, þannig að 40 verður þá 301, þannig að það er innan marka, þannig að þá offsettum við bara hérna 40 og við förum með það hérna upp og núna er ég að fara alla leið að því að ég get ekki speglað þessu þá fer innskotið í vitlausa átt. En stíginn ekki orðin ólulega 261 plus 40 eru 301. Það má bara ekki vera minna en 300. Ef það er 301 þá er það innan marka. Og í rauninni eigum við eftir að skoða hvort að stiginn, við eigum eftir að sanna það hvort að stiginn sé löglegur með því að setja þetta upp í þessa formúlu og þá ættum við í rauninni að segja formúla 170 plus 170 plus 261 og reikna það og hvað er það mikið? Það er 601. Það er rétt sleppur. En hann er í lagi. Herru, við ætlum núna að gera línurnar svona strikalínur, þannig að ég ætla að velja eina línu, fara hérna í Properties gluggann og velja eitthvað sem heitir Dust hjá mér. Ég finnst hún svolítið ljót, lítil og ljót þessi lína, þannig að þá opna ég Properties gluggann hér og stækka skalan með því að fara hérna í Line Type Scale og setja 5 og þá get ég lokað og nota núna Match Properties við línuna sem ég var að búa til og nú get ég málað alla línuna sem ég vil að séu faldar, fari inn undir næsta þrep svona. Og næst ætla ég að klippa í burtu það sem að stendur út fyrir.
Þetta svona snirtilegt svolítið. Svona og extenda eða lengja EX enter. Lengja línunni sem vantar. Vantar að lengja. Svona, og þetta nú farið að líta eitthvað þokkalega út. Svo ætla ég að gera örina mína. Mirror. Svona. Ég ætla að hatsa hérna í þetta öðru megin. Svona og gera hring hinum megin. Og hatsa í hann. Svona. Þá ég komið með leiðina sem við erum að fara upp þennan stiga. Og þá ættum við, þetta sem sagt 3. Nú ættum við að vera komið með alla grunnmyndina fyrir þennan blessaða stiga eins og hann hér. Og þá erum við bara að fara að skoða, við erum búin að teikna stigan, við erum búin að gera göngulínuna, uppstígi, framstígi, við erum búin að sanna regluna, gönguhlutfallið. Við erum búin að teikna í rauninni grunnmyndina og svo eigum við að teikna alla kjálka. Hvernig erum við að gera það? Jú, við erum í rauninni þar sem við erum að fara í þessa átt, þá erum við að fara í rauninni svona, svona og svona. Og það er ágætt að minna sig á bara með því að setja grófa línu í hvaða átt við erum að fara með því að setja upp svona línur. Og nú ætla ég bara, nú ger ég það bara, nú ætla ég að færa í burtu það sem að ég vill í rauninni ekki að sé ekki að trufla mig. Þannig að ég geti byrjað að teikna sjálfa kjálkana. Nú, ég byrja hérna bara á fyrsta kjálkanum. Sjá, ég ætla að gera hérna lóðrétta línu. Svona, ég miða við bara þetta sé gólfið. Ég geri hérna 170 í uppstig. Þá ger ég 1, 2, 3, 4, 5 sinnum. 1, 2, 3, 4, 5. Það eru þrepin. Fyrsta þrepið hér. Og gólfið í rauninni þetta hérna þrep. Næsta þrep þá hér og endin á fyrsta þrepinu hérna. Þá get ég klippt það í burtu hérna. Svona. Nú annað þrepið, það þá endar þá hér og þriðja þrepið byrjar hérna. Klippi hérna. Fjórða þrepið, þriðja þrepið endar hér. Trimmum hérna og fjórða þrepið byrjar hér.
það. Fjórða þrepið endar hérna og fimmta þrepið byrjar hér og endar hér. Svona. Nú ættum við að geta í rauninni tekið allt í burtu sem við viljum ekki. Og svo skoðum við þykkt baksins í stiganum 120 mm. Þannig að núna ætla ég bara að finna hérna spline fit línuna mína og smella á alla þessa punkta hérna. Og gera offset 120 og extenda þessa hérna ef hún vill, annars þarf ég að velja hana, taka hennan af og bara hreinlega lengja hana hérna upp. Eyða, klippa og klippa, klippa og þetta þá fyrsti hjálkinn og ég ætla að hatsa hann með einhverju sem heitir AR Concrete. Það er hérna steiktur. Nú ætla ég að gera innri hjálkan. Þessi fór í þessa átt, þá er innri hjálkin að fara í þessa hérna átt, þar að segja þessi hérna. Og málið með innri hjálkana að þeir eru í rauninni að stoppa við deililínuna. Þannig að við erum að horfa á hann byrja hérna í upphafi þrepsins og hætta hérna við í rauninni hérna deililínuna og svo byrja næsti frá sama punkti lóðrétt og svo koll af kolli. Þannig að núna ætla ég að gera aftur hérna bara einhverja lóðrétta línu sem er þá í rauninni gólfið, svo bý ég til 1, 2, 3, 4, 5 uppstig og 170 er uppstigið, 1, 2, 3, 4 og 5 og þá ætlum við að byrja 1 hérna, þetta er fyrsta þrepið, kemur hér, þetta er gólfið og þá er fyrsta þrepið hér og það endar hér. Næsta þrep byrjar þá í næsta fyrir ofan og við trimum það og það endar hér og næsta fyrir ofan byrjar þá hér og það endar hér og næsta fyrir ofan það næsta fyrir ofan það byrjar hér og endar hér og síðasta sem við sjáum byrjar þá hér og endar á deililínunni.
svona. Og núna gerum við 120. Gerum við hérna. Smellum hérna í neðri punktana og svo offsetum við 120. Hingað og klippum til. Eyðum því sem við viljum ekki. Og við erum komin með næsta hér. Nú er hann náttúrulega fyrir þegar við ætlum að gera þennan hérna. Þá einfallega bara tökum við hann, færum hann frá. Áður en við förum að gera þennan hérna sem er þá að fara í þessa hérna. Jæja, þá er það næsti kjálki sem er nú síðasti kjálkin sem ég ætla að sýna ykkur. Það eru þá restin er þá bara alveg eins og þessi kjálkar sem eru að utan og innan. Þannig að núna ætla ég að gera hérna á milli deililínana hérna, héðan lóðrétt niður og hingað. Og við setjum þá gólfið einhvers staðar bara, að við erum bara með fyrsta línan, hann skiptir ekki máli hvar hún er. Eina sem skiptir máli er að 170 sem er uppstigið, fer þá hérna niður og við erum með þá í rauninni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 þrep, 8 sinnum 170, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sjá, er þetta 170? Já. Og þá erum við áfram að fara í rauninni í þessa hérna átt. Við þurfum að hugsa í þessa átt. Þannig að þá erum við með í rauninni þessa línu hér. Svo er næsta þrep fyrir ofan botnlínun er þá hér. Og botnin er endar hérna. Hann byrjar í rauninni hér og endar hérna. Svona. Og næsta þrep fyrir ofan byrjar þá hér og endar á þessari hérna. Og næsta lína fyrir ofan hana byrjar þá hérna. Og endar hér. Og fyrir ofan hana byrjar þá hér og endar hérna. Byrjar hér, endar hérna, byrjar hér og ég aðeins yfir í komandlínuna, byrjar hér og endar
hérna. Og síðasta, sýnist mér, eða næst síðasta, það er hér og endar hér og svo síðasta. Og þá er eitt eftir hérna og 70. Það er þetta hérna. Það byrjar hér og endar í þessari deililínu hér. Þá ætla ég að eyða hérna þessum. Svona. Svona. Þá eigum við eftir að setja bakið í þetta. Og það er þá spline fit. Svona. Offset 120. 120. Trimmum þetta hérna til. Eyðum þessum auka línum, eyðum þessari. Þá er þessi hérna svona. Offseta núna mikið. 120 héðan og hingað. Já, hann vantar hérna í rauninni fyrsta þrepið, þetta hérna. Það er hér. Þannig að við þurfum að færa þennan stiga hérna niður. Svona og offsetta hann 170.
kannski ekki skekkja það. hérna, Það er bara eðli skekkja. þá er hann kominn réttur. Svona. Núna er hann réttur. Svo er náttúrulega bara að halda áfram að gera kjálkana að utan, þessa tvo sem á eftir að gera utan og þennan eina sem á eftir að gera innan. Takk.